fara að sé yfir það hvernig nuddhringurinn virkar. Hann virkar svona svolítið eins og nálaslunguhringur. Setjum hann á hvern fingur fyrir sig og annaðhvort látum við hann liggja kjur í svona 15 til 20 sekúndur. Svo getum við fært hann aðeins ofar, leyfum hann að liggja þar í svona cirka 15 sekúndur og þá finnur maður að hann er farin að virka á blóðstreymið, því þetta er hugsað til þess að auka blóðstreymi og koma smá líf í þreytta fingur. Og það er líka hægt að nota þannig að maður nuddi bara svona upp og niður 4 til 5 sinnum og skipti svo fingur 4 til 5 sinnum eða láta liggja kjuran í 15 til 20 sekúndur. Ágætt að byrja bara á því að taka hvern fingur fyrir sig og finna virknina, hvernig hringurinn er að virka á blóðstreymið. Maður finnur það bara hvernig það fer að aukast og hvernig fer að færast lífi í hvern fingur fyrir sig. Og svo þegar maður er aðeins kominn lengra og notar hann oftar, þá er ágætt að leyfa honum að liggja svona kannski, sem ég sagði í byrjun, 15 til 20 sekúndur á hverjum stað, á hverjum hluta fyrir sig, á fingrinum, bara til dæmis þegar að horfa á sjónvarpið eða hafi góðan tíma. Gott er líka að bara hafa hringinn við hliðina á lyklaborðinu þegar maður er að vinna á tölvu. Þar getur maður orðið ansi þreyttur í fingrunum og þá kemur hringurinn svolítið sterkur inn. Eins sem maður er að vinna bara mikið með höndunum. Þarf ekkert endilega að vera ásláttur á lyklaborð, það bara getur verið hvað sem er, prjónaskapur eða maður er að vinna kreatífa vinnu og mikla nákvæmnisvinnu með fingrunum, að þá finnurðu strax hvað hringurinn er farin að gera mikið fyrir þig þegar þú ferð að nota hann reglubundið. Ég ætla bara að klára hérna með þér. Fjórum, 5 sinnum, hvern fingur fyrir sig. Þetta tók ekki langan tíma. Sé bara gangið vel. Takk fyrir.